Fundur Trumps og Zelenskís í gær markar upphaf nýrrar vargaldar að mati utanríkisráðherra Þýskalands. Fyrrverandi varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir utanríkismálastefnu landsins hafa verið snúið á hvolf. Forsætisráðherra Íslands segir Evrópu þurfa á Bandaríkjunum að halda sem bandamanni og vinna að langvarandi friði óháð uppákomunni í gær. Evrópa þarf að standa með Zelenskí, segir utanríkisráðherra, og ekki láta kaffaran á niðurlægjandi hátt eins og gert hafi verið í gær. Fráfarandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins braut blað á landsfundi þegar hún fór hörðum orðum Bandaríkjastjórn. Hún segir Bandaríkin ekki lengur málsvara frelsis í heiminum. Formannsframbjóðendur í Sjálfstæðisflokknum fóru ólíkar leiðir í framboðsræðum sínum í dag. Þær eru þó sammála að flokkurinn verði að stækka og leiða bæði borg og ríkisstjórn á ný. Starfsmaður kvikmyndagerðarfyrirtækis átti fótum sínum fjör að launa þegar varnargarðar brustu í stórstreymi og háflóði í vesturbæ Reykjavíkur í nótt. Gott kvöld. Heimsbyggðin öll hefur í dag reynt að henda reiður á nýrri heimsmynd eftir að fundur leiðtoga Bandaríkjanna og Úkraínu leystist upp í hávaða rifrildi í gær. Volodymyr Zelenskí Úkraínuforseti fékk hlýjar móttökur þegar hann kom til London til fundar við Keir Starmer, forsætisráðherra Breta, í dag. Hann tjáði sig ekki rimmuna í Hvíta húsinu í gær. Fjöldi blaðamanna beið Úkraínuforseta við Downingstræti 10 og líka stuðningsmenn. Well, let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street. As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom. Thank you very much, Keir, Mr. Prime Minister, having me here. And really, I saw a lot of people, and I want to thank you. People of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Forsætisráðherra Breta lagði áherslu á að komið yrði á friði í Úkraínu til framtíðar. Síðar í kvöld fundar Úkraínuforseti með Bretakonungi og á morgun með þjóðarleiðtogum í London. Zelenskí tjáði sig ekki fundinn með Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í gær, þar sem Trump og varaforsetinn hrópuðu á hann. Þar stóð til að ræða hlutdeild Bandaríkjanna í auðlundum Úkraínu og vopnahlé. Þeir sökuðu Úkraínuforseta meðal annars að vera ekki þakklátan fyrir stuðning Bandaríkjanna. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Forsetar Bandaríkjanna og Úkraínu tjáðu sig við fjölmiðla í sitt hvoru lagi eftir fundinn í gær. Look, I don't trust or distrust anybody. I just want to get a deal done. And if the deal happens, good. But you can't embolden somebody that does not have the cards. You know, just a ceasefire without security guarantees, this is so sensitive for our people. I'm speaking like a president of a people who are in this struggle 3 years, and they just want to hear that America on our side and that America will stay with us, not with Russians, with us. That's it. But I'm sure that it will be. This is the first step to security guarantees. Á meðan allt upp í loft varðandi viðræður vopnahlé, heldur Rússland sér áfram árásum á Úkraínu. Þessar myndir voru teknar í Kharkiv í morgun við hreinsun á spítala eftir sprengjur næturinnar. Almenningi í Úkraínu síður en svo rótt eftir fundinn í gær. К нам неуважение со стороны Америки, полное неуважение, потому что мы стараемся добиться демократии, и к нам полное неуважение. Без поддержки Европы и Штатов Украина не сможет выдержать. Pútín og Rússlandsforseti hefur ekki tjáð sig fundinn í Hvíta húsinu, en þeir ráðamenn landsins sem það hafa gert lýsa ánægju með framgöngu Trumps. Almenningur fylgist einnig með. Donald наш Трамп сказал, что Зеленскому нужно изменить свою риторику, если он хочет сесть за стол переговоров. Это позор, в чистом виде. Я бы на месте, не знаю, военных, Украина просто встал бы с позиции, пошел бы домой. Viðbrögð í Bandaríkjunum fylgja flokkslínum. Lindsey Graham úr flokki forsetans kveðst skilja málflutning Úkraínumanna sem hafi barist eins og ljón. At the end of the day, I was hoping
that this minerals deal, which would be transformative in the relationship, would go over well. I talked to Zelensky this morning. Don't take the bait. President Trump was in a very good mood last night. Somebody asked me, am I embarrassed about Trump? I have never been more proud of the president. Varnarmálaráðherra í valdatíð Baracks Obama sagði þetta hafa verið óhugnaleg augnablik á fundinum. Að sjá forsetan og varaforsetan hrópa á bandamann sem berjist fyrir lýðræði. What it meant for me is that it kind of has turned our foreign policy on its head, because for 80 years since World War II, the United States, both Democratic and Republican presidents, have pretty much stood for the same thing. They've stood for world leadership, supporting our allies, standing up to tyrants, and supporting strong democratic values. Hérna á meginlandinu voru þjóðarleiðtogar snöggir að bregðast við atburðum gærkvöldsins. 30 þeirra, þar á meðal Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, settu skilaboð á samfélagsmiðla þar sem stuðningur við Úkraínu og Zelenský forseta var ítrekaður og það var eftir því tekið að Zelenský þakkaði fyrir sig. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, sagði ljóst að hinn frjálsi heimur þyrfti nýjan leiðtoga. Aðrir tóku í sama streng. Der gestrige Abend hat unterstrichen, eine neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen. Eine ruchlose Zeit, in der wir die regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts mehr denn je gegen die Macht der Stärkeren verteidigen müssen. Ensuite, je pense que nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Allt þetta eru skilaboð á fundin í Lundúnum á morgun, fund sem að Starmer boðaði upphaflega til að kynna niðurstöðu sinna eigin viðræðna við Trump í Hvíta húsinu fyrir nokkrum dögum. Zelenský verður á fundinum á morgun og það verður rætt aukinn stuðning við Úkraínu. Það verður einnig rætt möguleika Evrópuríkja til að auka samstarf sitt í varnarmálum. Enn eitt merkið að samheldnin yfir Atlantshafið að minnka. Hér í Brussel verður svo eins konar framhaldsfundur á fimmtudaginn. Hingað koma leiðtogar aðildarríkjanna 27 og Zelenský til að ræða málið og ákveða næstu skref. Guðmundur Hálfdanarson, þú ert sérfróður stjórnmálasögu. Hvað var það eiginlega sem gerðist sem við verðum vitni að þetta í Hvíta húsinu í gær? Þetta var ótrúlega uppákoma og þetta er nú ekki svona venjulega, gerist ekki svona. Það var oft tekist á svona fundum, en það gerist yfirleitt á bakvið lokaðar dyr og svo koma ráðamenn fram og segja að þeir eru hreinskiptar umræður og svo framvegis og hver fyrir til síns heima. Þetta leit meir út eins og í sandkassa á barnaleikvelli þar sem að smákrakkar takast á og kalla hvern annan einhverjum ónotum. Þannig að, og sérstaklega með tilliti þess að Bandaríkin hafa verið einn helsti stuðningsmaður og stuðningsaðili Úkraínu fram að þessu og ekki fyrir svo lengur síðan kom Zelenský í heimsókn til Washington og var tekið á móti honum þar sem hetju af öllum sem þar sátu í valdasætum. Hvað hvert er Trump að fara? Hefur ykkur hugmynd um það? Já, sko, menn svona vita ekki alveg, sko, það er þó algjörlega ljóst að það sem að gerast núna það að Trump forseti að brjóta niður þetta kerfi sem var byggt upp eftir síðari heimsstyrjöld, þar sem að í gegnum NATO, þar sem að raunverulega Bandaríkin eru raunverulega svo aðili sem að tryggir öryggi Evrópu, gagnvart þá sérstaklega þá Sovétríkjunum áður og núna Rússlandi. Rússar hafa sýnt yfirgangu í Austur-Evrópu og það hefur svona verið þannig og Rússar eru hernarveldi mikið, þeir eiga mikið af kjarnavopnum, þannig að og Evrópa hefur í sjálfu sér treyst á það að Bandaríkin sjá varnir sínar. Eru svona, hvað við segja, valdajafnvægið í heiminum, það að riðlast bara svona varanlega? Já, sko, það sem að virðist vera að gerast það að Trump sér fyrir sér heim
þar sem hann hefur svo sem ekki neitt svona áhuga á að standa í neinum svona samningavirðum. Hann sér heiminn þannig að Bandaríkin eigi í krafti þá vopna sinna og áhrifa, eigi þeir að geta svona nokkuð stjórnað og hann sér fyrir sér, þetta svona minnir mann svolítið sakfræðinginn á það sem var að gerast á seinni hluta 19. aldar þegar að svona íhaldsamir keisarar komu saman í þriggja keisarasambandinu og ætluðu sér að raunverulega að deila og drottna í heiminum. Og Trump sér heiminn svolítið þannig, hann sér hann þannig að Kína, Bandaríkin og Rússland eigi að vera ráðandi veldi í heiminum og hann hefur ekki neitt sérstaklega mikinn áhuga á að standa í því að vera að ræða við einhverja smærri forseta svona eins og Zelenski, það bara eði tímanum í það. Þannig hann vil gera frið, hann vil semja frið og þannig að hann getur farið að skipta við Rússland, hann sér þar mörg viðskiptatækifæri og hann ætlar sér að koma sér að því verki og þetta Zelenski bara tefur fyrir að Zelenski hefur verið að krefjast þess að fá einhvers konar svona öryggistryggingu og það fáið sem geta veitt hann á Bandaríkin. Ég ætla að biðja að vera hérna aðeins hjá okkur lengur Guðmundur, en við ætlum að beina sjónum hingað heim. Að því Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að áfram þurfa að vinna langvarandi og traustum friði í Úkraínu, óháð uppákomin í Hvíta húsinu í gær. Bandaríkin séu þó enn mikilvægur bandamaður Evrópu. Mér þótti leitt að sjá þetta. Ég held að þetta séu kannski samskipti sem að við erum óvön að verða vitni að svona fyrir framan alþjóð og í fjölmiðlum. Þýðir þetta að Evrópa muni fjarlægist að einhvern máta Bandaríkin? Evrópa að þétta raðirnar og hefur verið að gera það upp á síðkasti. Það hafa orðið mikla vendingar í alþjóðamálum á skömmum tíma og oft það auðvitað þannig í sögunni að það þarf eitthvað atvik til að hraða einhverju ferli sem var kannski undirliggjandi. Þótt Ísland verði ekki á fundunum sem forsætisráðherra Bretlands hefur boðað til á morgun, segist Kristrún verða í þéttu samtali við Norðurlöndin sem verða á fundinum. Evrópa þarf ennþá á Bandaríkjunum að halda sem bandamanni og bara að reyna að styrkja sig í stöðu sem bandamaður. Hlutirnir hafa hreyfst mjög hratt með nýjum stjórnvöldum í Bandaríkjunum og þetta einfaldlega staðan sem við erum í. Ég vil hins vegar segja að það hefur ekkert breyst í þeirri stöðu hvað það varðar að það þarf að leysa þá stöðu sem í Úkraínu. Það þarf að vinna að langvarandi og traustum friði og þetta verður áfram verkefni óháð þessari uppákomu í gær. Við ræddum líka við utanríkisráðherra í dag. Hún telur mikilvægt að á fundi forsætisráðherra Evrópuríkja á morgun verði tekin afgerandi skref. Við skulum nú ekki alveg gefast upp á samstöðu vestrænna lýðræðisríkja, ekki þar á meðal Bandaríkjanna. Mér sýnist á öllu að við þurfum á því að halda að Bandaríkin veiti ákveðna öryggistryggingu, en það líka alveg ljóst og þess vegna bíðum maður spenntur eftir þessu fundi á morgun á Bretlandi undir forystu Starmers að hvað kemur út úr þeim fundi og það verða að vera afgerandi skref, ekki bara fallegar yfirlýsingar heldur afgerandi skref, það svo mikið undir eins og ég segi. Úkraína líka vörn fyrir Evrópu og þess vegna eru þau líka að standa með Úkraínu því að við megum ekki gleyma því það Rússland sem árásaraðili, það Pútín og hans stjórn sem að ráða í rauninni þessum örlögum Úkraínumanna núna og þess vegna þurfum við í Evrópu að standa með Zelenski og ekki láta kaffaran með einhverjum hætti, niðurlægjandi hætti eins og við sáum í gær. Og eins og Úkraína mikilvæg vörn fyrir Evrópu í austri, þá eru Bandaríkin mikilvæg Íslandi, vestasta ríki Evrópu. Bandaríkin eru fyrir Íslendinga alltaf jafn mikilvægur bandamaður, vinaþjóð okkar sem tryggir okkar öryggi og varnir. Við þurfum á þeim að halda. En auðvitað það mjög mikið áhyggjuefni að sjá á hvaða leið stjórnvöld í Bandaríkjunum á í dag. Guðmundur, við lítum bara svona sérstaklega á stöðu Íslands. Hverju breytir þetta fyrir okkur? Við höfum valið að standa fyrir utan Evrópusambandið og svona lagt traust okkar á Atlantshafsbandalagið. Þurfum við að endurskoða þessa stöðu? Það mjög sennilegt. Sjálfur sér þá ekki til það fullvalda ríki sem að hugsa ekki varnir sínar. Öll fullvalda ríki reyna á einhvern nátt að tryggja það að þið geti þá varist árásum ef þær gerast og NATO og Bandaríkin hafa þjónað þessu hlutverki. Ísland var mikilvægt fyrir Bandaríkin á meðan að Sovétríkin voru helst á Bandaríkjana. En ef Rússland og Bandaríkin fara svona að semja sín á milli þá Ísland ekki lengur jafn mikilvægt en voru áður fyrir Bandaríkin. En það sem að gerast núna og hefur að gerast svo sem smám saman alveg frá fyrra Trump tímabilinu og reyndar hafa forseta Bandaríkjamanna
Obama meðal annars verið að ýta á Evrópumenn að þeir beri meira ábyrgð á sínum vörnum og það er alveg ljóst núna verða þeir bara taka þetta í sínar hendur og ég held að það verði ekkit aftur snúið með það. En Ísland er ekki í Evrópusambandinu, Ísland er utan þess og Bretland svo sem líka, þannig ég svo sem veit ekki nákvæmlega hvernig þetta fer en það er mjög sennilegt að Evrópuríkin þá þéttir aðeins sínar komi á einhvers konar sameiginlegri yfirstjórn. En þetta gæti gerst svo sem innan NATO og það yrði svona einhver svona Evrópudeild NATO sem að myndi þá ekki reiða sig beinlínis á Bandaríkin. En Bandaríkin eru samt sem mjög mikilvæg vegna þess að Bandaríkin hafa kjarnorkuvopnin. Og ég ætla nú bara að vona að við förum ekki í annað kjarnorku vígbúnaða kapplaup þannig að Evrópa þurfa að raða þeim upp hjá sér. En ég get svona séð þetta fyrir mér þannig að Evrópa sjái þá svona þessar landvarnir sínar en kjarnorkuvopnin verði með Bandaríkjunum og það kemur mjög óvart ef að Bandaríkin draga sig alveg út úr þessu svona hlutverki sínu vegna þess að það hefur gagnast Bandaríkjum mjög vel. Menn gleyma því stundum að þetta er mjög gagnlegt fyrir Bandaríkin að þessi staða sem þeir eru í. Þeir þurfa að verja sig og mörguleiti þá er mjög ódýrt fyrir þá að verja Evrópu í leiðinu leið að verja sjálfa sig. Akkurat. Takk fyrir komuna hingað í Myndir. Takk. Og þá víkur sögunni í Laugardalshöllina þar sem landsfundur Sjálfstæðisflokksins hélt áfram í dag. Magnús Geir Eyjólfsson er búinn að fylgjast þar með í dag. Magnús, þess að uppákomu í Hvíta húsinu bara á góma á landsfundinum. Myndirðu segja hún hafi varpað skugga á hann? Ég ætla ekki að ganga svo langt að hún hafi varpað skugga á landsfundin. Allavega var þetta ekki fyrirferða mikið í þeim framboðsfræðum sem fluttar voru hér í dag. En Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, hún svo sannarlega myndist á þessa viðburði í hennar síðustu ræðu sem varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Og kannski eins og við sjáum á þessa myndu þá, kveður hún það embætti með miklum söknuði. Þórdís Kolbrún, var jú utanríkisráðherra fyrir skömmu síðan og öryggismál voru mjög ofarlega á baugi í hennar ræðu og hún drógu frekar dökka mynd af framtíðarhorfum í Evrópu og útilokaði jafnvel ekki að það kunni að brjótast út stríð í álfunni, jafnvel í okkar nágrannaríkjum. Þórdís Kolbrún fór líka hörðum orðum stjórnvöld í Hvíta húsinu. Og ég held ég geti fullyrt að aldrei áður hafi forystumaður í Sjálfstæðisflokknum staðið á sviði á landsfundi og gagnrýnt Bandaríkin með jafn afgerandi og hætti og hún gerði. Við ræddum við Þórdísi rétt eftir að hún steig af sviði. Þessi uppákoma í gær, ég veit ekki hvað orð maður á að nota og það eru alls konar svona tilfinningar sem kom upp en fyrst og síðast bara horfir á stöðu og þú dregur bara andana þá hugsaðu, hér er eitthvað alvarlegt að gerast og ég veit ekki hvaða lýsingarorð maður á að nota gagnvart þessari framkomu sem við horfðum upp á í gær. En með þessari stöðu að þá bara teiknast upp ykkur mynd hvort að það raunverulega geti verið að öryggisstrúktúrin muni taka einhverjum grundvallarbreytingum. Ég ætla ekki að lýsa því yfir hér í dag. Það verður að koma í ljós og auðvitað eins og ég sagði líka, ég hef trú á Bandaríkjunum, ég hef trú á Bandaríkjamönnum. Ég hef trú á því kerfi sem þau byggðu upp þar sem að það eru ekki bara forsetinn er ekki kóngur í Bandaríkjunum heldur þar ákveðið svona system sem heldur utanum temprun valds og það eru aðrir sem fara með völd sem að geta stigið þar inn og maður verður að trúa á það. En ég held að ríkisstjórn Íslands muni standa frammi fyrir stórum ákvörðunum og á næstu missurum og ég get bara heitið því að ég mun gera mitt til þess að gera gagn í þeim efnum. Mesta spennan í kringum formannskjörið á morgun og síðdegis fluttu frambjóðendurnir framboðsræður sínar. Kom fram mikill skoðana ágreiningur í málið þeirra? Það í sjálfu sér ekki mikill hugmyndafræðilegur munur á þeim tveimur. Það eru sammála það að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að vera stærstur, hann eigi að vera ríkisstjórn, hann eigi að leiða ríkisstjórn og það samstarf eigi að vera á forsendum Sjálfstæðisflokksins. Þær tikkuðu báðar svona í öll þau box sem þarf að gera í ræðu sem þessum. Þær þökkuðu Bjarna fyrir sitt framlag. Þær sögðu að Ísland ætti ekki að vera í Evrópusambandinu. Þær vísuðu í samtöl sín við óbreytta sjálfstæðismenn út á landi og rifja upp svona með reglulegu millibili hvað allt er betra þegar Sjálfstæðisflokkurinn er í ríkisstjórn. Að því sögðu voru þetta tvær mjög ólíkar ræður. Guðrún var meira svona á persónulegu nótunum. Hún svona leitaði mikið í nostalgíuna svona á þeim tíma þegar Sjálfstæðisflokkurinn var stærstur og
rifjað upp reglulegt slagorð Sjálfstæðisflokksins stétt með stétt. Á meðan Guðrún var svona meira í landsmóðurhlutverkinu þá var Áslaug Arna í miklum bardaga ham. Ekki gegn Guðrúnu, heldur gegn ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur. Sem dæmi má nefna þá nefndi Áslaug ríkisstjórn Kristrúnar 6 sinnum á nafn á meðan Guðrún gerði það bara alls ekki. Gefa viðtökur við ræðunum einhver fyrirheit úrslitin á morgun? Það væri ómögulegt að greina hvor ræðan fekk betri viðtökur. Það eiginlega bara, það voru margir hérna í salnum sem ætluðu að láta þessar ræður ráða atkvæði sínu, en það kemur væntanlega ekki ljós fyrr en bara á morgun, hvor stíllinn féll betur í krammið hjá landsfundargestum. En við skulum grípa aðeins niður í þessar ræður. En sögunni ekki lokið. Því við sjálfstæðismenn, við gefumst aldrei upp. Og við lítum aldrei undan þó sýnin sé ófrýnileg. Við getum sótt fylgi á ný, við getum stækkað flokkinn og við munum komast í bílstjórasæti íslenska stjórnmála á nýjan leik. Við ætlum að endurreisa Sjálfstæðisflokkinn og leiða Ísland inn í nýja tíma stétt með stétt. Það ljóst að þessi ríkisstjórn stendur nú þegar á öndinni og ég efast að einhver þeirra kunna beita hæmlíkaðferðinni. Við stjórnarflokkana sem emja undan því að við veitum þeim eðlilegt aðhald, segi ég, afsakið, það sem þið hafi nú kynnst eru hveitubrauðstafirnir. Við erum rétt að byrja. Ég tilbúin til að leggja allt undir. Komiði með mér, verum stórhuga, frestum ekki framtíðinni, förum í nýja sókn á traustum grunni. Það ekki eftir neinu að bíða, tækifærið núna fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fyrir Ísland. Það styttist í úrslitastund, hvernig fer þetta svo fram á morgun? Kosning formann hefst klukkan 11:30, svo verður atkvæði strax talin, úrslitin ætti að liggja fyrir svona 12:30, kannski nær 1. Og þá eftir þegar búið til atkvæðin þá verður bara nýr formaður lýstur, svo tekur við varaformannskjör og þá getur það alveg gerst að sá sem tapar formannskjörinu ákveða að bjóða sig fram til varaformanns. Það verður sama ferli og svo taka við bara afgreiðslu stjórnmálaályktana og landsfundi lýkur svo með ávarpi nýs formanns sem verður annaðhvort Áslaug Arna eða Guðrún Hafsteinsdóttir. Takk fyrir það, Magnús Geir, þú fylgist með áfram og við segjum fréttir að þessum leið og úrslitin skýrast. En þá að öðru, talsverðar skemmdir urðu á varnargörðum við Grandann í Reykjavík og Seltjarnarnesi vegna stórstreymis í nótt og í morgun. Sjór flæddi inn í hús og grjóti rigndi yfir götur. Starfsmaður framleiðslufyrirtækisins True North við Fiskislóð kom að húsnæði fyrirtækisins 4 í nótt. Við blöstu brotnar rúður, grjót og mikill sjógangur. Ekki vildi betur til en svo að á meðan starfsmaðurinn virti fyrir sér skemmdirnar skall á mikil alda. Við það fór rafmagnið af húsinu. Öryggismyndavélin fraus og sjórinn flæddi inn. Þú komst hérna með þeim fyrstu í morgun. Hvað var það sem að blasti við þér? Það var mikill öldugangur og sjór sem var búinn að ná hérna yfir allt bílastæðið og það var búið að brotna hérna inn til okkar og það var bara svona mikið vatn hérna sko. Og þetta var, ég myndi ekki segja stríðsástand, en þetta var frekar óþægilega aðstæða að koma í út af því að síðan að skella öldurnar hérna upp út af því að það stórstreymi og háflóð og veður og það var að koma grjóti yfir á sama tíma en það var náttúrulega bara verið að koma hingað niður til þess að reyna að meta aðstæður og tryggingar og hvað ég að gera við dótið og annað slíkt sko. Þannig að það var bara verið að reyna að bjarga því sem hægt að bjarga þegar slíkt gerist. Það þarf ansi mikla krafta til að velta varnargörðunum við ströndina koll. Vegfarendur sem áttu leið Eiðisgranda í morgun áttu margir í erfiðleikum við að komast leiðar sinnar vegna grjóts sem hafði rekið upp á göngustíginn. Bílar sátu fastir í pollum sem mynduðust á götum og stórar vinnuvélar áttu fullt í fangi við hreinsunarstarf. Þetta ekki fyrsta skipti sem þetta að gerast og það er bara spurning. En sjórinn og veðrið á Íslandi eins og það sko, en þetta kannski svona the perfect storm.
Og það má búast við meiru af þessu tagi því það stefnir í allhvassa sunnanátt með rigningu og hlýnar tíma. Gengur í suðvestan 13 til 23 metra með dimmum éljum á morgun en lengst af þurrt norðaustan til. Hiti frostmark. Eftir sterka suðvestanátt og háa sjávarstöðu síðustu daga má búast við að flætt geti upp á vegi áveðurs bæði í nótt og aðfaranótt mánudags. Óli Þór Árnason veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Bikarúrslitaleikirnir í handbolta voru á Ásvöllum í dag. Fram á Haukar mættust hjá konunum og Stjarnan og fram hjá körlunum. Heimsmeistaramótið í skíðagöngu hélt áfram og í dag var komið að skiptigöngu karla. Línur eru farnar að skýrast í úrvalsdeildum karla og kvenna í körfubolta og 16 liða úrslit ensku bikarkeppninnar í fótbolta helgina. Íþróttir hér handan við hornið. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fundur Trumps og Zelenskís í gær markar upphaf nýrrar vargaldar að mati utanríkisráðherra Þýskalands. Fyrrverandi varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir utanríkismálastefnu landsins hafa verið snúið á hvolf. Forsætisráðherra segir Evrópu þurfa á Bandaríkjunum að halda sem bandamanni og vinna að langvarandi friði, óháð uppákomunu í gær. Evrópa þarf að standa með Zelenskí, segir utanríkisráðherra. Fráfarandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins braut blað á landsfundi þegar hún fór hörðum orðum Bandaríkjastjórn. Hún segir Bandaríkin ekki lengur málsvara frelsis í heiminum. Formannsframbjóðendur í Sjálfstæðisflokknum fóru ólíkar leiðir í framboðsræðum sínum í dag. Þær eru þó sammála að flokkurinn verði að stækka og leiða bæði borg og ríkisstjórn á ný. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá RÚV.is en þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Félagarnir 5 í fjársjóðsleit á Fagurey. Breskar spennumyndi fyrir alla fjölskylduna ævintýri 4 krakka og hundsins þeirra. Myndirnar eru lauslega byggðar á 5 bókunum eftir rithöfundinn Enid Blyton. Maður fyrir borð, Overboard. Rómantísk gamanmynd frá 2018. Kate Sullivan er einstæð móðir sem berst við að ná endum saman. Hún vinnur við þrif á snekkju hrokafulls milljónamærings Leonardos Monenero.